og allir bíða spenntir eftir fréttum af Stulla. Komið blessuð og sæl og gleðileg jól. Við höfum komið okkur virkilega vel fyrir hérna og boðið til okkar gestum í jólaboð. Auk allra barnanna sem koma héðan og þaðan að, ætlar hann séra Ólafur Skúlason að dvelja hér hjá okkur stund. Nú og svo hann Stulli ókominn, en væntanlegu fljótlega, og ef að líkum lætur kemur hann með jólasvein með sér. Við ætlum að fagna jólunum með tónlist og söng að mestu og tengja megin inntaki jólaboðskaparins og við skulum taka undir með Öldutúnsskólakórnum þar sem hann syngur í Betlehem er barn oss fætt. Stjórnandi kórsins er Egill Friðleifsson. Eins og áður kom fram hann staddur hjá okkur hann séra Ólafur Skúlason. Vertu velkomin í jólaboðið okkar. Takk fyrir og gleðileg jól. Já, sömuleiðis. Þú vildi kannski segja okkur aðeins frá bernskujólum þínum? Já, þakka fyrir. Það margt hefur auðvitað breyst síðan að það var. Minnstakosti hið ytra, búðirnar voru ekki eins margar, ekki eins fullar af vörum. Nei. Og við höfðum heldur ekki kannski eins mikið af aurum þá krakkarnir eins og nú virðist vera. Ég man eftir því þegar ég fór fyrst að kaupa jólagjöf, handa pabba, mömmu og litla bróður, þá minni mig að það hefði verið króna sem ég fekk. Og ég fekk gjafir handa þeim öllum þremur. En hitt hefur ekkert breyst. Tilhlökkunin var alveg jafn mikil, óþreyjan eftir því að klukkan yrði nú 6 á aðfangadag. Ég man eftir því að mamma gerði það alltaf síðast heima að hún pússaði plötur sem voru framan á stiganum, tröppunum. Og ég hef nú aldrei verið mjög mikið fyrir húsverk. En ég átti það til því ég var lítill að segja við henni að mamma má ég ekki hjálpa þér. Af því ég var alveg viss það áður ég kunni á klukku að jólin kæmu þegar mamma var búin að pússa þetta. Því þá var farið í bað, farið í fínufötin og bráðlega heyrðum við í kirkjuklukkunum rétt hinum með yfir húsið okkar þegar var verið að hringja inn jólin. Og þá var nú gaman. Já, ég trúi því. Og hafa jólin eitthvað breyst í dag? Hjá þér? Jú, auðvitað eru þau náttúrulega töluvert öðruvísi. Já. Það breytist, fjölskyldurnar breytast, það koma nýir aðilar inn í barnabörnin í staðinn fyrir börnin að koma með manni á jólaball.
þegar að mömmur þeirra voru litlar, þá komu þær með mér niður í útvarp og dönsuðu þar í kringum jólatré. En boðskapurinn er hinn sami. Það er gleðin yfir gjöfinni, það er fögnuðurinn yfir því að fjölskyldurnar eru saman yfirleitt og allir brosa hver framan í annan. Við hugsum engla, hjarðmenn og annað þess og þar. Ég man eftir því reyndar einum af fyrstu jólunum eftir að ég var prestur. Þá var ég ekki hér heima og naut ekki alls þess sem að við erum vön að tengja jólunum. Svo ég átti býsna erfitt með fyrstu jólaræðunum mína, svona langt í burtu frá öllum. Og svo leið tíminn og þetta auðvitað þjálfaðist eins og annað. En ein jól, mjög snemma þarna, þá höfðum við verið heima með jólatréð og hort á engilinn sem var efst á jólatrénu. Svo skömmu seinna þá var engillinn kominn niður af trénu og lá þarna við tréð hjá okkur. Að vísu var það ekki sami engillinn eins og hafði verið uppi á trénu, heldur var það litla dóttur okkar sem hafði komið læðst niður, átt að fara að sofa, gat auðvitað ekki sofið af því að þetta var jólakvöld og jólanóttin var að koma og þegar við komum inn í stofu, þar var jólatréð. Engillinn að vísa á toppnum, en lítill engill sem lá við jólatréð, dóttirinn sem hafði gefið okkur svo mikla gleði á þessum jólum. Já. En segðu mér, heldur að þú upplifi jólin öðruvísi sem prestur heldur en aðrir? Kannski að nokkru leyti. Boðskapurinn er auðvitað ennþá virkari í undirbúningnum eins og búið er að vera núna þessa daga aðventu fram að jólaháttíðinni sjálfri og svo auðvitað messunum. Stundum að hugsa það að það eru sjálfsagt húsmæður og þá prestar sem hafa mest annríki bæði fyrir jól og sjálfa jóladagana. Og húsmæðurnar allavega, þegar vel tekst til, þá eru þær hinnir sönnu fulltrúar sem færa slíka gleði að án framlags þeirra þá væru jólin hálf fátækleg. Af því að það sem að jólin er að segja við okkur er auðvitað þetta. Ekki aðeins að María og Jósef fóru upp til Betlehem, heldur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf. Og það er akkurat það sem að líka er að ske hjá okkur á heimilunum. Það er verið að gefa, ekki eingöngu gjafir og góðan mat, heldur að gefa í þeim kærleika sem er jólin. Rétt er það. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna og þetta spjall. En krakkar, eigum kannski að fá okkur aðeins meira kakó og piparkökur? Já. Eru allir með í bollunum? Kannski ég fái líka. Já, gjörðu svo vel. Má bjóða piparkökur? Þakka þér fyrir. Já, góðan daginn og afsakaðu ónæðið, en við erum komin hingað og erum að leita að jólasveininum. Sko, alvöru jólasveininu, við sættum okkur ekki við neitt minna. Og hvað ætlaði að gera við hann? Gera við hann? Er hann kannski bilaður eða? Nei, en grínlaust þá langar okkur til að